Vonsku veðri spáð allt land á morgun og stór hríð suðvestan til. Appelsínugul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Faxaflóa og miðhálendinu. Búast má við talsverðri röskun á flugi og að vegum verði lokað strax í nótt. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna, hefur fengið umboð til að mynda ríkisstjórn í Danmörku þrátt fyrir mikið fylgistap í kosningunum í gær. Útlit fyrir flókna stjórnarmyndun. Við sjáum líklega rauða vinstri sinnaða ríkisstjórn yfir miðjuna með Lars Løkke. Það ekki eðlilegt að þurfa að horfa á geranda sinn í fjölmiðlum árum saman, segir þolandi Jeffrey Epstein í nýju viðtali. Hún steig fram ásamt 4 öðrum þolendum í viðtali við BBC. Flutningur á efnivið í vindmyllur fyrir Vaðölduvirkjun fer fram í maí og júní, farnar verða 350 ferðir að nóttu til á 30 km hraða. Þeir eru fljótir að læra og nánast útskrifaðir, segir forstjóri Íslenska gámafélagsins vélmenni sem hófu störf hjá fyrirtækinu í haust. Gott kvöld. Fjölda flugferða hefur þegar verið aflýst eða seinkað og vegum víða land verður lokað í nótt vegna vonsku veðurs. Appelsínugul viðvörun á höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi, Faxaflóa og miðhálendinu en gular viðvaranir í öðrum landshlutum. Almannavarnanefnd höfuðborgarsvæðisins hefur setið á fundum í dag meðal annars með skólamálayfirvöldum. Haukur Hólm, hver eru tilmælin til almennings? Já, eins og þú segir réttilega, það búið að funda mikið í dag. Við slum byrja á að fá svona stóru myndina. Ásgeir Þór, lítur alveg út fyrir að þetta muni skella á? Já, miðað við keyslur Veðurstofunnar í dag, þá hefur raunur ekkert breyst. Þannig að úrkomubakkinn og þessi óveðursbakki sem að koma að landinu, hann bara það stór að ég held að sé algjörlega óhætt að segja það að hann mun skella á, hann mun skella illa á höfuðborgarsvæðinu á morgun. Hvað þýðir það? Þýðir það að allar samgöngur fara úr skorðum? Við erum búin að vitum þetta flugið þegar farið að fresta því en bara samgöngur almennt? Það alveg ljóst að samgöngur að og frá höfuðborgarsvæðinu verða meira og minna lokað frá klukkan 4 í nótt. Nema Reykjanesbrautin, hún verður á óvissustigi klukkan 6 og alveg líkur á því að veðrið gengur eftir að hún loki líka. En að því við erum alltaf að tala þetta eitt atvinnusvæði svona klukkutíma radíus frá Reykjavík, að það bara alveg ljóst að í fyrramáli þá mun fólk ekki komast út frá höfuðborgarsvæðinu. Veðrið verður vont milli 7 og 9 og svo versnar það enn frekar og verður virkilega vont og bætir mikið í ofankomuna milli 9 og 11. En svona upp úr hádegi að þá gæti farið að skipta átt og minnka vindurinn og blotna aðeins í úrkomunni. Og þessar vegalokanir strax í nótt, þær eru bara forvarnar ástöðun eða hvað? Já, bara Vegagerðin tók það ákvörðun í dag að loka þessum vegum í forvarnarskyni, já. Skólastarf, það segir sér sjálft að það verður væntanlega ekki mikið um það á morgun? Það verður röskun á skólastarfi og eins og Ásgeir kemur inn á þá verður veðrið mjög slæmt. Þannig að það verður að biðja fólk að halda sig heima meðan þessi appelsínugula viðvörun í gildi. Þannig að það ekki gert ráð fyrir að hefðbundnu skólastarfi á morgun. En hér á höfuðborgarsvæðinu þá það þannig að skólar eru opnir. En þar verið að horfa til viðbragðsaðila og annarra aðila sem að þurfa að komast til starfa. Þannig en þarna skiptir líka höfuðmáli að fylgjast með fréttum í fyrramálið og vera meðvituð hver staðan verður þá. Svona rétt í lokin, Ásgeir, hvað á fólk að gera og hvað á alls ekki að gera? Fólk á bara að vakna í fyrramálið og sjá bara hvort að veðrið bara ekki eins og það var spáð. Þá að fylgjast með fréttamiðlum og samfélagsmiðlunum hjá viðbragðsaðilum og fólk sem að tekur strætó vanalega í skóla og vinnu, eins og við sögðum áðan, samgöngukerfið gæti bara verið í lamasessi á morgun, þannig það þarf að fylgja þá líka með upplýsingaveitum frá strætó og en ég held að fólk ætti bara þau sem að geta það og jafnvel þau sem að geta það ekki, eigi bara vera heima og bíða eftir að veðrinu sloti því að hádegi verður bara komið skaplega staður. Það er bara það og eins og við ítrekum það bara að fólk sé ekki að fara neitt að nauðsynjalausu og eins og spáin þá þetta slíkt veður að fólk á ekki að vera að fara neitt.
Einmitt það, takk fyrir þetta Haukur Hólm, en hingað til mín komin Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, velkomin. Það kom þarna áfram að færð mun spillast í fyrramálið og í nótt. Hversu slæmt verður veðrið í þessari appelsínugulu viðvörun? Þetta alveg heiðarlega appelsínugul viðvörun, má segja, og hún er mjög slæm spáin. Þetta svona versta veðri sem hefur komið hingað til í vetur, svona má segja við allt rætist. Og talsvert úrkomumagn og þetta fellur allt sem snjókoma meira og minna fram að hádegi. Það gæti kannski blotnað svolítið í þessu, komið slittarigning svona vestast á Reykjanesinu svona með morgninum og svona við ströndina kannski, en þetta meira og minna snjókoma og mikil snjókomusöfnun og úrkoma ákefð. En verður þetta verst hérna á höfuðborgarsvæðinu eða hvar og hvenær verður ástandi verst á landinu? Já, þetta verður verst náttúrulega suðvestan til á landinu og sérstaklega undir Eyjafjöllum líka. Mjög hvasst, það verður rok eða jafnvel ofsaveður með talsverðri snjókomu og svo bara öllum heiðum hérna suðvestan til verður ábyggilega ófært mjög hratt og síðan verður þetta erfitt væntanlega á höfuðborgarsvæðinu líka því að það mjög sjaldan sem svona mikil snjókoma á skömmum tíma með svona miklu vindi, sérstaklega þá í efri byggðum geti þetta versnað fljótt. Þannig að, og svo bara Kjalarnesið og Hafnarfjallið og það mjög kviðótt, meir en 40 metrar á sekúndu í kviðum. Þannig að þetta bara þetta vonsku veður og svo fer þetta yfir og það versnar líka norðan og austan til en ekki kannski eins slæmt og hér. Takk fyrir þetta Hrafn og við munum að sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með veðrinu í nótt og í fyrramálið á öllum okkar miðlum. En að öðru. Mette Frederiksen, forsætisráðherra og formaður jafnaðarmanna fékk nú síðdegis umboð til stjórnarmyndunar hjá Friðriki Danakonungi eftir þingkosningar gærdagsins. Þrátt fyrir að flokkur hennar hafi fengið sitt minnsta fylgi frá 1903. Formenn flokkana fóru allir á fund Danakonungs í dag. Þar baðst Frederiksen lausnar fyrir ríkisstjórn sína en segist vilja mynda nýja slíka með öðrum í rauðu blokkinni ásamt Moderaterni. Útlit fyrir flóknar og erfiðar stjórnarmyndunar viðræður. Úrslit þingkosninganna í Danmörku hafa í för með sér töluverðar breytingar á því hvernig þingið verður skipað hér í Kristjánsborg. Flokkar eins og Frjálslyndir, Danski þjóðarflokkurinn og Sósíalíski vinstriflokkurinn juku fylgi sitt verulega á meðan jafnaðarmenn, Danmerkurdemókratarnir og Venstre töpuðu töluverðu fylgi. Jafnaðarmenn fengu sína verstu útkomu í kosningum i 120 ár, en talsmenn flokkana eru engu að síður brattir. Det slider at være i regering i 7 år, man træffer svære beslutninger, og det har vi i den grad gjort igennem svære tider de seneste år. Det afgørende for, om det her valg er en succes for Socialdemokratiet, ikke så meget, hvordan det ser ud på tredje decimal. Det afgørende er, at vi er i stand til at lande en regering. Það var mikil gleði í herbúðum danska þjóðarflokksins þegar ljóst var að flokkurinn hafði þrefaldað fylgi sitt frá síðustu kosningum. Leiðtogi flokksins telur engu að síður ólíklegt að hann sitji í ríkisstjórn að loknum þessum kosningum. Så vil jeg gerne subsidiært med de borgerlige. Det ser også lidt svært ud. Og så ender vi nok med at være i opposition. Jeg kommer i hvert fald ikke til at gøre hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen til minister. Úrslit kosninganna leiða það líka af sér sem margir byggust við. Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterna, í lykilstöðu og ræður miklu hvernig ríkisstjórn verður mynduð. Jórunn, þú hefur fylgst með danskri pólitík vel og lengi. Útskýrðu aðeins bara þessa stöðu sem Lars Løkke núna komin í? Hann náttúrulega enn og aftur komin í lykilstöðu, líkt og hann var í fyrir síðustu kosningar eða eftir síðustu kosningar og það lá svolítið í loftinu að hann myndi enda í þessari stöðu sem hann komin í dag. Það eru svona væringar líka í bláu blokkinni og sérstaklega með kannski sigri Frjálslyndarflokksins og taps Venstre. Hvernig sérðu stöðuna á henni og kannski ekki síst leiðtoga Venstre, Troels Lund Poulsen? Ég get eiginlega ekki ímyndað mér annað en að forsvarsmenn Venstre séu svona aðeins að hugsa málið í sínum ranni, en hann var náttúrulega svona ekkert sérstaklega ábyrgandi í þessari kosningabaráttu og Frjálslyndarflokkurinn eða Liberal Alliance náði svolítið yfirhöndinni þar og náði líka að höfða til yngri kjósenda. Eru blokkir í danskum stjórnmálum á enda eða halda þeir sér að einhverju leyti? Ég hugsa að staðan hér sé bara svipuð og í öðrum Evrópulöndum og að þessar blokkir eru svolítið að heyra sögunni til og það eitt af því sem var svolítið rætt í gær af stjórnmálaskýrendum. Mér fannst nú að Mette í gær, það tók nú 1,5 mánuð síðast, en mér fannst svona á henni að
hún væri nú aðeins búin að kanna sitt bakland og svona ræða við aðra forsvarsmenn, þannig að ég hugsa, nú ég að draga sjálf ályktanir, ég hugsa hún sé komin lengra heldur en við vitum. Og hvernig ríkisstjórn heldur að við sjá? Við sjáum líklega rauða vinstri sinnaða ríkisstjórn yfir miðjuna með Lars Løkke. Íranar eru sagðir hafa hafnað friðartillögu Bandaríkjanna endi á stríðsátökunum í Mið-Austurlöndum sem hafa varað í á 4. viku. Bandaríkjamenn segja aukið herlið á leið í heimshlutann. Áætlun Bandaríkjanna hefur ekki verið gerð opinber en sögð vera í 15 liðum. Hún felur meðal annars í sér að Íranar hætti að auðga úran og rífi kjarnorkuver sín í skiptum fyrir afléttingu allra viðskiptaþvingana. Einnig verði komið á mánaðarlöngu vopnahléi. Íranski ríkisfjölmiðillinn Press TV hefur eftir háttsettum íranskum embættismanni að stjórnvöld hafi hafnað áætluninni og sett fram 5 skilyrði fyrir stríðslokum. Meðal annars að átökum á öllum vígstöðum ljúki og greiðslu skaðabóta. Fjölmiðillinn hefur einnig eftir embættismanninum að stríðið endi á forsendum stjórnvalda í Íran, ekki eftir hefndisemi Trumps Bandaríkjaforseta. Varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna staðfesti síðdegis að fótgönguliðar hefðu verið sendir til Mið-Austurlanda. Þar eru fyrir 50.000 bandarískir hermenn. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna segir stríðið hafa farið út fyrir öll mörk. My message to the United States and Israel is that it is high time to end the war as human suffering deepens, civilian casualties mount, and the global economic impact is increasingly devastating. And my message to Iran is to stop attacking their neighbors that are not parties to the conflict. The Security Council has condemned these attacks and demanded that they end. Ítrekumál sem varða meint kynferðisbrot á leikskólum eru áfall fyrir allt samfélagið, segir ráðgjafi sem aðstoðar leikskóla þar sem slík mál hafa komið upp. Viðbrögð sveitarfélaga eru mismunandi. Og hlutverk mitt í þessum málum hefur verið svona þessi almenna kannski sálgæsla fyrir foreldra og starfsfólk. Hvaða leikskóla hafa leitað til þið? Það hafa verið auðvitað því vinn hjá Reykjavík, þannig að þar og sveitarfélögin bara Akranes, Akranes Kaupstaður, Akureyrarbær og Garðabær. Nokkur fjöldi mála þar sem grunur að leikskólastarfsmaður hafi brotið gegn leikskólabarni hafa komið upp að undanförnu. Starfsmaður á leikskólanum Múlaborg sætir ákæru fyrir kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum en málu kom upp 2025. Rannsókn lögreglu enn í gangi í að minnsta kosti 3 málum varða brot sama starfsmanns gegn fleiri börnum. Í fyrra kom líka upp grunur brot gegn barni á leikskólanum Brákarborg en rannsóknin var felld niður. Rannsókn á meintum brotum starfsmanns gegn börnum á leikskólanum Garðaseli á Akranesi og Krakkakoti í Garðabæ í gangi og í byrjun ársins var rannsókn hægt á máli sem kom upp á leikskólanum Undralandi á Flúðum í byrjun árs. Grunu var brot starfsmanns gegn barni á leikskólanum Tröllaborgum á Akureyri árið 2024 en eftir rannsókn felldi lögregla máli niður en það komst í hámæli í vikunni og víst hvort rannsóknin verði tekin upp aftur. Indiana segir margar spurningar brenna foreldrum í þeim leikskólum þar sem þessi mál hafa komið upp. Þetta þetta fyrst og fremst hræðsla og ótti eigin börn, að þetta auðvitað bara áfall, bara bæði fyrir foreldra og starfsfólk og líka bara þessi samfélagi heild sinni og held ég bara leikskólasamfélaginu í stærri mynd og auðvitað bara samfélaginu okkar allra. Reykjavíkurborg hefur gefið út fræðsluefni fyrir foreldra ungra barna, þar sem meðal annars fjallað viðbrögð sé grunur að broti hafi verið gegn ungu barni. En misjafnt hvort sveitarfélög eru með verkferla til að bregðast við málum sem þessum. Öll sveitarfélögin auðvitað að bregðast við núna. Gæsluvarðhald var í dag framlengt 4 vikur yfir karlmanni í þá rannsóknar á líkamsárásinni á Höfðatorgi í síðustu viku. Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp úrskurðinn yfir manninum í dag, hann var handtekinn á þriðjudaginn var. Gæsluvarðhald yfir hinum karlmanninum sem handtekinn var á föstudag rennur út síðar í vikunni. Samtals voru 8 erlendir ríkisborgarar handteknir vegna árásarinnar sem gerð var í bílastæðahúsi á Höfðatorgi aðfaranótt 17. mars. Karlarnir réðust að 3 mönnum. Einn þeirra, íslenskur ríkisborgari, slasaðist svo alvarlega að hann dvaldi á gjörgæsludeild Landspítalans í nokkra sólarhringa.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu segir í tilkynningu í morgun vegna frétta á mbl.is og í Morgunblaðinu með fyrirsögninni Hamas liðar á Höfðatorgi að ekkert bendi til þess á þessu stigi rannsóknarinnar að árásarmennirnir hafi tengsl við Hamas-samtökin. Einnig sé rangt að þeir séu að lista alþjóðalögreglunar yfir grunaða hryðjuverkamenn. Undir þetta tekur embætti ríkislögreglustjóra í svari við fyrirspurn fréttastofu í morgun og segir að þótt embættið sinni ekki rannsókn sakamála, þá sinni alþjóðadeild ríkislögreglustjóra samskiptum við erlend lögreglulið fyrir hönd lögreglu og tryggi þannig formlega og rétta upplýsingagjöf. Í stað þess að hjálpa mér af alvöru, brutu þau mig meira, segir þolandi kynferðisbrotamannsins Jeffrey Epstein í nýju viðtali. 5 þolendur hans komu saman í fyrsta skipti í fréttaskýringaþætti á BBC. Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur undanfarna mánuði birt milljónir skjala í tengslum við mál Epsteins. Persónuupplýsingar þolenda hafa ekki verið afmáðar í sumum skjölunum og þær auðkendar án þeirra samþykkis. Joanna Harrison er ein þeirra. Hún var í viðtali í þættinum BBC Newsnight hjá breska ríkisútvarpinu ásamt 4 öðrum þolendum. Þetta í fyrsta skipti sem þær koma saman og ræða brot Epsteins. It's not normal to see your abuser's face every day for 6 years on TV, hear their name, you walk in a store and you see them on a magazine. And so it's just kind of gets to a point where you're being suffocated and you need to breathe. And I feel that this is my way of trying to breathe. Konurnar hafðu meðferðis ljósmyndir af sér á þeim aldri þegar þær segja Epstein hafi byrjað að brjóta á sér. Even my smile's different. I don't smile the same way anymore. Lisa Phillips var á leiðinni á einkaeyju Epsteins. I don't know, this is hard for me. I'm just looking at this picture very differently than I ever have before because you triggered me because I was different here too. This is the island behind me. I was on a photo shoot, I was with a friend, I was enjoying my life, and I had no idea what was about to happen to me. It just makes me sad for her. I was already in a broken place with my family, and instead of someone genuinely helping me, they just broke me more. So it just reminds me how hard it was. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins segir Ísland hafa sérstöðu sem mögulegt umsóknaríki vegna samstarfs á innri markaðnum og Schengen-svæðinu. 9 ríki hafa nú formlega stöðu sem umsóknaríki en 13 ár eru síðan síðast fjölgað í hópi aðildarríkja. Nýjasta aðildarríkið Króatía sem bættist í hópinn árið 2013. Það var lengi vel talað svokallaða stækkunarþreytu innan Evrópusambandsins sem reyndar hvarf eins og dögg fyrir sólu vorið 2022 eftir allsherjar innrás Rússa í Úkraínu. Núna eru 9 ríki á hinum formlega biðlista. Kosovo metið sem mögulegt aðildarríki. Og það fyrsta sem maður sér inn á skrifstofu Mörtu Kos, stækkunarstjóra Evrópusambandsins, tafla þar sem staðan í aðildarviðræðum þessara 9 ríkja sett upp á myndrænan hátt með gulum, rauðum og grænum seglum sem tákna stöðu samningskaflana. The red means not open yet, so it is a candidate status like for North Macedonia. The yellow means that the chapter is open, and green means that they are the highest number with Montenegro, now 14, that the chapter is provisionally closed. So once you gather all greens, then probably already the accession treaty is in the making, and then the member states have to give the big green light for the whole accession process. Og það sérmerktur dálkur fyrir Ísland. Seglarnir þar endurspegla stöðuna í viðræðunum sem var hætt 2013. If your people will decide that they want to go on with the negotiations, you would be by far the best prepared candidate we have ever had, because you are so much integrated in the single market, in the Schengen area. So we will have to go through what has changed in the methodology, and of course where are the areas where you are not the part yet. So you would say that we are fundamentally in a different category than the other candidate countries that are now in the accession process? Okay, we have no special category for the countries like you, but I can confirm that you are a special case because of already being so much integrated in the European Union through the EAA.
Og það verður nánar rætt við stækkunarstjóra ESB í Kastljósi að loknum fréttum. En áfram fleira tengt Evrópusambandinu því utanríkisráðherra áætlar að kostnaður við inngöngu í Evrópusambandið sé á bilinu 10 til 15 milljarðar króna á ári. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra satt fyrir svörum á opnum fundi utanríkismálanefndar í morgun. Forveri hennar í embætti, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, spurði meðal annars hvort búið var að áætla árlegar nettógreiðslur Íslands við inngöngu í Evrópusambandið. Ráðherra svaraði að nærtækast var að miða við reynslu Finna. Þeir borga nettó 0,2 til 0,3% af vergri landsframleiðslu til Evrópusambandsins. Miðað við sömu forsendur þá yrði nettóframlög okkar 10 til 15 milljarðar. Við erum nú þegar að borga á hverju ári 8 milljarða vegna EES en þær myndi þá falla niður í staðinn. Fulltrúar stjórnarandstöðunar í nefndinni spurðu ítrekað hvort Ísland myndi fá fullt og varanlegt forræði yfir fiskveiðiauðlindinni og hvort upplýst yrði ófrávíkjanleg skilyrði áður en atkvæðagreiðslan færi fram. Við munum gera allt til þess að tryggja yfirráð yfir okkar auðlindum og það er alveg ljóst að bæði ég og forsætisráðherra að við munum ekki skrifa undir samning sem ekki treystir og tryggir þessa hagsmuni Íslands. 14 vindmyllur verða fluttar í pörtum frá Þorlákshöfn í Vaðölduvirkjun í vor. Flutningarnir taka 9 vikur en ekið verður á nóttunni til að lágmarka áhrif á umferð. Meðalhraði flutningabílana verður 30 km á klukkustund. Í virkjuninni verða alls 28 vindmyllur. Helmingurinn verður fluttur til landsins á þessu ári og hinn helmingur á því næsta. Við erum að fara að flytja 14 vindmyllur frá Þorlákshöfn upp í Vaðölduver í gegnum öll þessi sveitarfélög sem er á leiðinni. Flutningarnir taka 9 vikur. Alls verða farnar upp undir 400 ferðir. Þar sem að vindmyllurnar eru fluttar í pörtum getur hver bílalest orðið alltaf 250 metra löng og fer á 30 km hraða. Það er náttúrulega gert ráð fyrir að fari fram að næturlagi og þá er viðkomandi vegkafla lokað á meðan flutningurinn fer og þetta verður í fylgd lögreglu. Spaðarnir eru stærstir, eða 68 metrar að lengd hver. Vélarhúsið er þyngst og breiðast, 70 tonn og 5 metrar á breidd. Það er lögreglubifreið sem keyrir undan og gefur fólki merki að segja út í kant. Og þá verður fólk bara að bíða það rétt á meðan flutningurinn fer framhjá. Þeir sem að lenda fyrir aftan, þeir þurfa bara að vera þolinmóðir og ekki reyna framúrakstur eða neitt slíkt. Á ákveðnum tímapunktum erum við eitthvað fyrir, þess vegna er mikilvægt að koma þeim upplýsingum til skila. Í einstaka tilfellum þarf bara hreinlega kannski að banka upp á hjá viðkomandi og ræða það sem framundan er. En við erum einnig með vefsíðu þar sem við setjum allar helstu upplýsingar á. Flutningalestin fer ekki Ölfusárbrú enda myndi brúin eflaust ekki þola það. En Vegagerðin hefur yfirfarið sérstaklega þá vegakafla og þær brýr sem flutningarnir fara Ekið verður frá Þorlákshöfn eftir Eyrarbakkavegi, Votmúlavegi, Gaulverjabæjarvegi og inn á Hringveginn á Suðurlandsveg og frá landvegamótum upp landveginn að Vaðöldu. Þetta er náttúrulega bæði mjög langir flutningar og þungir og svona sumir vegkaflar eru svolítið krítískir hvað varðar burðarþol vega og jafnvel brýr burðarþol þeirra. En hvernig fara þessir þungaflutningar með vegina? Það verður bara fylgst vel með því og ef einhverja skemmdir verða þá er það Landsvirkjun sem mun bæta það. Við erum að flytja 2 vindmyllur á viku frá byrjun maí fram í lok júní upp á svæði og þegar þeir eru komin þangað þá byrjum við að reisa vindmyllurnar og það gerist í byrjun sumars. Hvenær munum við sjá svona fyrstu fara að framleiða rafmagn? Það verður svona síðla sumars. Nemendur Kvennaskólans í Reykjavík komu saman á Ingólfstorgi í dag þar sem þau sungu og dönsuðu íklædd þjóðbúningum. Þetta er meira en 100 ára gömul hefð en skólinn hefur haldið upp á peysufatadaginn frá 1921. Hátíðahöldin áttu að vera á morgun en vegna slæmrar veðurspár var þeim flýtt 1 dag. Vélmennin 3 sem hófu störf hjá Íslenska gámafélaginu í haust eru búin að læra heilmikið og nánast útskrifuð, segir forstjórinn. Þeir Sebastian, Róbert og Sæmundur slá sannarlega ekki slöku við í flokkun á sorpi.
Íslenska gámafélagið með starfsaðstöð sín á Esjumélum í Reykjavík þar sem vel yfir 300 manns vinna. Það alltaf meira nóg að gera að sækja rusl hingað og þangað og flokka það samviskusamlega. En það sem vekur hvað mesta athygli á fyrirtækinu eru þeir Róbert, Sæmundur og Sebastian, en það eru nöfnin á róbótum fyrirtækisins sem að störfum alla daga frá morgni til kvölds. Það var ótrúlega gaman að koma í Íslenska gámafélagið og sjá róbótana eða vélmennin vinna, þvílíkt og annað eins. Þeir eru að flokka fyrir okkur grófan úrgang, gera verðmæti úr vörunni. Þetta eru róbótarnir okkar sem við erum búin að læra að flokka núna í 4 mánuði hjá okkur og eru að verða svona nokkuð útskrifa. Þeir eru búin að læra heilmikið á þessum 4-5 mánuðum sem er liðin. Bara þú gaman að fylgjast með þeim og fylgjast með þroska þessara manna. Hann er mjög skjótur og þeir eru fljótir að læra. Jón segir að róbótarnir séu ekki kröfuharðir, þurfi aldrei að fara í mat og kaffi, ekki á salerni og hvað þá að þeir séu að láta símana í vinnunni trufla sig eða þá að þeir krefjist hærri launa. Og þið stýrið því bara hvenær þeir vinna og hvenær ekki? Já, við fáum að ráða en þá og þeir hafa gaman að því að fara af stað sínum manni. En svo orðum við skemmtilega vel líka, kaffi vel, hvaða vel er það? Við erum að endurvinna fyrir Nespresso og Ölgerðina þar sem við erum að taka kaffihylkin og koma þeim aftur í sínu upprunalega horf, þar sem annars vegar kaffi og ál. Kaffi er hægt að nota í jarðgerðina bara og síðan er hægt að nota áli, bara bræða upp og gera aftur ál úr því. Við erum þegar búin að vinna fyrir þessi fyrirtæki 400 tonn á nokkrum mánuðum. En hvað segir Jón? Hvernig eru landsmenn að standa sig í flokkun sorp? Við erum alltaf að vera duglegri og duglegri. Já, mér finnst auðvelt að kenna Íslendingum á flokka. Við þurfum ofta að skilja út af hverju við erum að þessu. Leiðum við skiljum það, þá erum við tilbúin til að gera það. Já, við myndum segja við séum duglega á flokka. Þá skulum við líta á hvað verður í íþróttum kvöldsins. Markaskorarinn ungi Viktor Bjarki Daðason mun leika með U21 árs landsliðinu í fótbolta gegn Eistlandi og Frakklandi nú á dögunum. Hann segist spenntur fyrir verkefninu en jafnframt alltaf klár ef kallið í A-landsliðið skildi koma. Heimir Hallgrímsson og írska karlalandsliðið mæta Tékklandi í umspilu sæti á HM á morgun. Liðið hefur gengið í gegnum margt undanfarna mánuði en Heimir finnur nú fyrir miklum meðbyr. Og Reykjavíkurmótið í skák hófst í Hörpu í dag. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og það ætlum að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Vonsku veðri er spáð allt land á morgun og stórhríð suðvestan til. Búast má við talsverðri röskun á flugi og að vegum verði lokað strax í nótt. Aðgerðastjórn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu mælist eindregið til þess að fólk haldi sig heima á meðan veðrið gengur yfir. Mette Frederiksen, leiðtogi jafnaðarmanna, hefur fengið umboð til að mynda ríkisstjórn í Danmörku þrátt fyrir mikið fylgistap í kosningunum í gær. Útlit er fyrir flókna stjórnarmyndun. Við sjáum líklega rauða vinstri sinnaða ríkisstjórn yfir miðjuna með Lars Løkke. Það er ekki eðlilegt að þurfa að horfa á geranda sinn í fjölmiðlum árum saman, segir þolandi Jeffrey Epstein í nýju viðtali. Hún steig fram á samt 4 öðrum þolendum í viðtali við BBC. Flutningur á efnivið í vindmyllur fyrir Vaðölduvirkjun fer fram í maí og júní. Farnar verðar 350 ferðir að nóttu til á 30 km hraða. Og þá er þetta upptalið hjá okkur og komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Takk fyrir samfylgdina á öllum okkar miðlum það sem hafi degi. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Og ég fíla ógeðslega glæpasögur, en þetta er bara ógeðslega leiðilegt. Kiljan, þáttur sem er fyrir löngu orðin ómissandi í bókmenntaumræðinni í landinu. Sinfóníukvöld í sjónvarpinu, upptaka frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Hörpu. Sellóleikarin Kian Soltani flytur eitt dáðasta einleiksverk tónlistarsögunar,